Á heildina litið hefur árið 2014 skilað okkur vel fram veginn. Kaupmáttur launa hefur aukist meira en 5% á einu ári, en fá dæmi slíkt hvort sem litið til sögu Íslands eða til annarra landa. Verðmætasköpun jókst meira á árinu en í flestum ef ekki öllum öðrum Evrópulöndum. Sjaldan hefur tekist jafn vel til og nú að koma á efnahagslegum stöðugleika sem endurspeglast meðal annars í lágri verðbólgu, en hún hefur nú mælst undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans í tæpt ár. Atvinnuleysi komin niður í 3%. 6.000 ný heilsársstörf hafa orðið til á 1,5 ári. Fjárfesting hefur aukist töluvert og mörg og fjölbreytileg atvinnuskapandi verkefni í burðarliðnum. Á sama tíma tugum milljarða skilað til heimilanna í landinu með lækkun skatta og gjalda og beinum framlögum þar sem sérstaklega hugað að því að bæta stöðu lágtekjufólks og fólks með millitekjur. Við vindum okkur í næstu spurningu. Nefnið 3 atriði sem ríkisstjórnin hefur gert til að bæta hag fjölskyldufólks. Engi með það. Fátt okkur meira virði en heilsa okkar og okkar nánustu. Þess vegna hefur verið forgangsraðað í þágu heilbrigðisþjónustu. En á árinu 2015 verður meira fjármagni varið til Landspítalans en nokkur tíman áður. Auk 7-földunar árlegs framlags til tækjakaupa á spítalanum. Áfram verður haldið við að bæta heilbrigðiskerfið með það að markmiði að heilbrigðisþjónusta á Íslandi jafnist á við það sem best gerist í heiminum. Góðan dag, þetta hjá Sindra Þórarinssyni? Já, heyrðu, ég með gleði fréttir. Já, hann kemst loksins í aðgerðina sem hann búinn að vera að bíða eftir núna í 2,5 ár. Æi, hann dáinn? Heyrðu, ég samþykist. Já, heyrðu, takk fyrir. Samhliða því verður ráðist í sérstakt lýðheilsuátak. Það að hver og einn hugi að eigin heilsu árangursríkasta og hagkvæmasta leiðin til að auka lífsgæði og styrkja heilbrigðiskerfið. Mamma, má ég ekki einu sinni fá melónu? Þú svo ósanngjarn. Hættu þessu, Tómas minn. En papriku, eða soðna ísi. Við borðum bara á nammibarnum eins og allir hinir. Venjulegur matur bara allt of dýr. Þú veist þetta, Tómas. Já. Heldurðu leggir ekki nokkra milljónir inn á þjóðkirkjuna? Eitthvað djöfis í samviskubit hérna í búðinni? Áfram verður allra veðra von á Íslandi, en ný lög verndarsvæði í byggð og önnur mál sem stuðla mun að fegrun borga, bæja og sveita munu færa Ísland í hóp þeirra landa sem mestum árangri hafa náð í fegrun umhverfisins. Æ, skólpi aftur sprungið? Nei, alls ekki. Nú, hvað gangi? Það verður að setja upp þetta nýtt verk eftir Óla Elíasson. Í alvöru? Hvað frábært. Og hvað það að vera? Hérna hún í skólpurinn. 15 metrar á jörðinni. Skemmtilegt. Já, þá meiri áttar. Svo þetta tilbúið, þá verður þessu bara lokað. Æðislegt. Á árinu var líka hrint í framkvæmd einstæðri aðgerð til að rétta hlut íslenskra heimila sem tóku á sig umtalsverðar byrðar í kjölfar fjármálafallsins. Þessar aðgerðir og önnur úrræði fyrir þá sem vilja eignast heimili eða leigja munu hafa jákvæð áhrif á allt samfélagið. Þær draga úr greiðslubyrði og auka ráðstöfunartekjur og áhrifin kom ekki aðeins fram á árinu 2015 þegar mun gæta áratugi fram í tíman. Þá höldum við áfram. Finnið 3 villur í eftirfarandi texta. Framsóknarflokkurinn stóð við kosningaloforð sín almenna skuldalækkun á kostnað erlendra hrægammasjóða.
Já, sem sagt, fyrsta villan orðið skuldalækkun, þar sem ekki á við lækkun heldur skuldatilfærslu. Rétt. Já, og önnur villan að aðgerðin ekki almenn, heldur þvert á móti gagnast bara ákveðnum hópi fólk sem fá skuldalækkun. Rétt. Já, og þriðja villan að skuldatilfærslan ekki að kostnað erlendra hrægammasjóða, heldur að kostnað íslenskra skattgreiðenda. Hárrétt. Á nýju ári verður hafist handa við eitt stærsta framfaramál sem hægt að ráðast í til að styrkja innviði og byggðir landsins. Og þarna við í fjallinu og það hægt að skíða og mikil gleði með það og yfirleitt logn og sól og sjálfur brann ég illa mikið og svo kjörið að fara þarna á bautana á eftir og þar ferlega góð sveppasúpa sem ég hef mikla mætur á eins og þið sjáu hér og svo það gilið auðvitað sem Hótel Kea, þetta griðarstaður og næðið þarna og hægt að ganga þaðan beint út og komin í mollið á Glerártorgi og konan verslaði mikið þar og var ansi ánægð og svo það kirkjustykkið þarna og þar eru alveg hundruðir af tröppum sem liggja alveg upp og niður. 2 milljónir. 2,5. 3 milljónir, lokaboð. Já, þá verðið þið bara atvinnulaus hérna í þessu rokraskati hér fyrir sunnan og Fiskistofa fer samt norður. Framtíðin eins og óráðin. Með allri sinni óvissu og áskorunum felur hún í sér fyrirheit nýjar upplifanir og möguleika, hún vekur forvitni og þrár, hún forsenda framfara og nýrra tækifæra. Þessi áramót eigum við að leyfa okkur að gleðjast. Tækifærin sem bíða okkar hafa aldrei verið jafn mörg og stór og þau eru nú. Íslendingar hafa náð nánast einstökum árangri við uppbyggingu samfélags á liðnum áratugum. Sum ár hafa skilað okkur lengra fram á veginn en önnur, en á heildina litið saga íslenska lýðveldisins einstök framfarasaga. Það nánast sama hvaða alþjóðlegu samanburðarlistar eru skoðaðir. Það sem lagt mat á lönd eftir hlutum á borð við jafnrétti, lífsgæði, öryggi, heilbrigðisþjónustu, læsi eða langlífi, alls staðar Ísland á meðal þeirra efstu. Nei, gaman að sjá ykkur. Við erum bara komin heim. Já, við erum bara komin heim. Við erum flutt á Klakkann. Já, frábært. Og þið voru í nám þetta úti, eða ekki? Eru búin með það? Já, ég kláraði master í performance marketing og Ásta hún doktor í lífmyndafræði. Vá, rosalega. Og þið hefur ekkert viljað vera áfram að núti í Toronto? Jú, við fengum mörg bara frábært tilboð og vorum með æðisleg húsnæði. Þessi, Kristján Logi elskaði skólann sinn. Já. Svo fengum við bara tilboð sem bara við gátum ekki hafnað, sko. Nú, spennandi. Hvað það? Ok, við fengum svona bæði framtíðarstarf í nýju áburðarverksmiðjunni. Ég verð á Símanum og Addi verð verkstjóri á Færibandi. Vá. Við erum komið leiguhúsnæði upp í Grafarvoginum. Við fengum frábæran díl. Hvað, 340 skall á mánuði? 350 svo pluss hitt á rafmagn. Þessi er komin á biðlistæði á leikskóla í Vesturbænum og þetta og bara beint á biðlista. Bara draumur. Ekki klíp mig, ég verð ekki vakna. Æðislega, gangi þér rosa vel. Já, takk. Bye. Á þessum tímamótum líka viðeigandi að hugsa með hlýhug til þeirra sem að takast á við veikindi eða aðra erfiðleika og þeirra sem rétta þeim hjálparhönd. Því miður þá kom rannsóknin ekki nógu vel út. Nei, niðurstöðurnar voru ekki alveg eins og við þorðum að vona, þannig að við þurfum eiginlega bara að fara strax í lyfja- og geislameðferð. Já, en við erum búin að sækja fyrir þig og þú ert komin í algjöran forgang. Já, við myndum bara að byrja strax til helgina og það er kannski svona ljósipunkturinn í þessu hjá þér. Akkurat. Bæði lyfja- og geislameðferð. Já, við þurfum að ráðast á þetta hratt og örugglega. Vissulega mikið álag en sannarlega þess virði þegar til lengri tíma er litið. Einmitt. Já. Heyrðu, ég bara þakka góð ráð, en ég að segja pass í bili. Já, við skiljum nú alveg að þú sést hrædd, en þetta er eina leiðin sem er í boði. Já, akkurat. Og ég bara hef ekki efni á því. Jú, veistu... Nei, veistu, við erum alltaf með heimili og börn og skuldir og húsnæðislán og það bara ekkert aflögu eins og er. En takk samt, ég kíkja á okkur seinna. Þegar betur stendur á. Seinna. Sko, við Pálína náttúrulega að flytja til Noregs mánaðamótin og
og öll deildin á leiðinni í verkfall. En þú ert náttúrulega hjartanlega velkomin bara á Ríkisspítalann í Stavanger. Já. Ok. Takk. Hei. Já, hei. Góða ferð. Já. Takk. Bra. Já, það var bra. Berum virðingu fyrir fortíðinni, trúum á framtíðina og fögnum því að nú hefjist nýtt ár nýrra tækifæra. Þeir kunna ekki útlensku og finnst það í góðu lagi. Þeir borða bara íslenskar afurðir. Þeir skipta öllu bróðurlega á milli sín. Það er gaman að nokkri kallar hitta saman og hlæja. Þeir þurfa aldrei að sækja vinnu. Þeir fá vinnu. Þeir elska íslenska náttúru en hata umhverfið sinna. Þeir eru framsóknarmenn.